Komið heil og sæl, föstudagsþátturinn af þessu sinni sendur út frá Hótel Bláfelli á Breiðdalsvík. Við fáum til okkar góða gesti hingað í Beitarstofuna, hérna frá Breiðdalsvík, stöðvarfirði og Fáskrúðsfirði. Fyrsti gestur okkar Helga Svanhvít Þrastardóttir, skrifstofustjóri Breiðdalshrepps. Velkomin Helga. Takk fyrir. Hvernig leggst sumarið í ykkur Breiðdalinga? Já, það leggst allavega ágætlega í mig, sjálfa, engin ástæð til annars. Nú ert þú fædd og uppalinn hér á Breiðdalsvík og hefur búið hér alla þína ævi. Hvernig svona hefur samfélagið breyst á þessum tíma? Það hefur nú breyst aldrei mikið. Það er orðið eldra fólk, færri börn og minni atvinna. Þetta er breyst úr því að vera bara sjávarpláss með töluvert mikla atvinnustarfsemi tengda sjávarútveginum í það að vera kvótalaust samfélag með svo til enga atvinnu fyrir íbúana. Nema opinber störf kannski. Og svona, hvernig finnst þér staðan á þessu núna? Er ríkir bjartsýni þá, aukin bjartsýni núna eða? Já, staðan er mikið betri, atvinnulega. Hvað eru íbúarnir margir? Þeir eru 183 miðað við síðasta íbúatal, 1. desember 2016. Já. Og en í grunnskólan? Það er með 17 nemendur í grunnskólanum núna. En hvernig er það? Hvernig með unga fólki sem fer eftir grunnskóla? Er það að koma heim aftur? Það er meira en það núna en var. Þau höfðu bara ekki tök á að koma aftur. Fyrir nokkrum árum. Það var bara enga vinnu að hafa fyrir unga fólki. En þetta hefur dálítið breyst. Eru þá svona ungu barnafjölskyldunar kannski að vilja koma heim aftur og alveg börnin sín hér? Já, ungt fólk með líka hugmyndir að skapa sér tækifæri, atvinnu. Já, bara þetta svona hjartarslæri heimabyggðina, það vilji kannski líka að sveitarfélagið nýti kraftana sína. Já. En hvernig nú ert þú skrifstofa Hreppsins, þið nýtið húsnæðið svolítið vel hérna, ekki? Segðu okkur aðeins frá því. Já, við fluttum skrifstofuna fyrir nokkrum árum í grunnskólan. Þá voru börnin orðin mjög fá og það var ekkert verið að nýta allar skólastofunar. Þannig að við fengum pláss í myndmenntastofunni fyrir skrifstofu Hreppsins og komumst vel þar fyrir. Og þetta lítur að vera notalegt vinnuumhverfi? Afskaplega. Já. Og líflegt líka. Já. En hvernig eins og með sveitarfélög sem þetta, það er mikil gróska hérna. Nú til dæmis var ekki verk á vegum brothættar byggðar. Þið hlutuð 14 styrki. Þetta lítur að hafa eitthvað að segja. Vissulega. Mikið að segja. Og er þetta verkefni í skapandi gera eða er þetta í svona eitthvað sjávarútvegstengt eða? Bæði. Já. Þetta eru atvinnuskapandi verkefni. Manstu dæmi verkefni sem að? Já, það er til dæmis harðfiskvinnsla og þvottahús. Alveg úr harðfiski yfir í þvottahús, allt þar á milli. Já. En hvernig sér þú Breiðdalsvík fyrir eftir 10 ár? Bara blómlegt sveitafélag. Fleiri börn, vonandi. Og já, nóg að gera. Það er alveg pláss til að stækka? Já. En hvernig til dæmis, ef við tölum bara sumrin hér á Breiðdalsvík, hvernig eru þau? Er fólk að stoppa hérna eða er þetta eins og með marga minni staði að það er bara keyrt í gegn? Það er náttúrulega, mann keyra óhjákvæmilega kannski í gegn þeir sem að stoppa hérna á hótelinu til að fá veitingar. Og það er oft ekki þverfóta fyrir einmitt fólki hérna í hlaðinu Hótel Bláfelli. Maður verður mjög var við það þegar maður fer í vinnuna til dæmis á morgnana. Þá er allir að koma sér í rúturnar. Þeir sem hafa gist líka. Það er auðvelt að keyra hérna framhjá en það er ekki lengi gert að
að renna hérna gegn heldur. Nei. Þetta er svo rétt við þjóðveginn. Þakka þér fyrir komuna til okkar, Helga. Takk fyrir að taka á móti mér. Takk. Í sófann til að vera komin Viðar Jónsson, þjálfari meistaraflokks karla í knattspyrnu á Fáskrúðsfirði, en Leiknir spilar í inkassódeildinni sem er næst efsta deild á Íslandi, sem að hlýtur að teljast nokkuð góður árangur fyrir lið af ekki stærri stað. Jú, ég myndi nú halda að það væri bara þokkalega góður árangur með við eitthvað 700 manna samfélagi eitthvað slíkt sem er reyndar náttúrulega hluti af fjárðardeild. En já, 2014 þá vorum við að spila í þriðju deild og álpuðumst upp í aðra deild og síðan héldum við áfram og unnum 5-6 fyrstu leikina minni með sísonið 2015, tímabilið 2015 og svolítið óvænt að þá fórum við upp í inkassódeildina. Það er svo sem bjóst enginn við því á þeim tíma og ég bjóst allavega við því sjálfur. En þetta gerðist og við vorum bara með þrælgott lið og fórum upp. Og svo vorum við tókum við þátt í deildinni í inkassódeildinni fyrra og vorum nánast farnir niður. En síðan gerðist svona smá kraftaverk í loka umferðinu og við erum þarna ennþá í dag. Við erum að spila í inkassódeildinni. Kraftaverk, já, hvernig var það? Já, kraftaverkið félst í því að við þurftum að vinna stórt og treysta á að Huginn Seyðisfjörður myndi tapa líka og helst stórt og það bara gerðist. Við unnum 7-2 og þeir töpuðu að með minni 4-0 eða eitthvað slíkt. Já, þetta voru lygilega lokamínútur. Þetta voru lygilega lokamínútur og barningurinn allt sumarið að vera að berja á bringu strákana að halda nú áfram, við gætum bjargað okkur alltaf í fallbaráttu, við vorum í neðsta sæti held ég nánast frá fyrstu umferð liggur við og ég held ég eina skipti yfir sumarið sem við vorum ekki fallsæti var eftir síðasta leik. Þannig að þetta var alveg með ólíkindum. Já, við erum á hárréttum tíma. Þetta var mjög góð tímasetning. Þess vegna kannski tala maður svona hálfgert kraftaverk og en þetta var alveg ótrúlega skemmtilegu tími og enginn kemur til með að gleyma honum. En einmitt svona áhuginn í samfélaginu fyrir knattspyrnu á Fáskrúðsfirði þegar þið svona þannig sé vel gengur fyrir því? Já, það er náttúrulega, það er svona ákveðin hefð fyrir knattspyrnu á staðnum og það hefur verið bara gott utanumhald allt þarna, stjórnin hefur verið mjög virk og Magnús Ásgeirsson er nú búinn að vera þarna formaður knattspyrnudeildar mjög lengi, að minnsta kosti rúmlega 20 ára, því ég er búinn að vera þarna í 20 ár og hann er búinn að vera þarna formaður allan tíman og fólki hefur mikinn áhuga bara almennt á íþróttum líka og það mætir alltaf slatta fólki og styður bakið okkur sem er alltaf bara frábært. En eins og núna tímabilið er að byrja því 11 útileiki, það hlýtur að kosta slatta. Hvernig kljúið þetta? Já, við erum að spila 11 útileiki í sumar og þar af eru 10 leikir á stóra Reykjavíkursvæðinu. Það er Keflavík og Selfoss og svo er þetta bara á Reykjavíkursvæðinu. Við þurfum að fara eina ferð til Akureyrar og spila við Þór og auðvitað er þetta náttúrulega heilmikill pakki fyrir svona lítið lið og ég fór nú í smá svona rannsóknarvinnu þegar þú baðst mig að koma í þáttinn og fór að velta fyrir mig kostnaðinum við þessu sko. Og mér sýnist á öllu að þetta væru 7 milljónir sem það kostar fyrir félagið að ferðast og þá er ég að taka inn í líka undirbúningstímabilið. En á móti kemur reyndar jöfnunarsjóður KSÍ, það er 2 milljónir sem við fáum frá þeim og síðan er ferðasjóður ISÍ 500.000. Þannig að þið getið reiknað það þá svona það bil. En síðan erum við náttúrulega líka á Fáskrúðsfirði erum við aðili að kvennaknattspyrnu með Fjarðabyggð og Hetti og síðan aðilar að yngri flokki Fjarðabyggðar og ég held að heildarpakkinn sé við tökum allan pakkan, þetta sé 10 milljónir sem er að fara í allan þennan pakka. En hvernig er með liðið ykkar? Byggið þetta upp á heimanum? Sko, við höfum reynt að gera það og markmiðið þegar ég byrjaði í nóvember þegar sísonið byrjaði, tímabilið, að þá var markmiðið mitt að reyna að hafa 3 útlendinga í liðinu og reyna að byggja þetta upp á heimamönnum og Íslendingum og það tókst næstum því. Ég fékk reyndar pólskan markmann en ég er með 3
svo var ég að bæta við einum útlending núna því ég var búinn að reyna mjög mikið að fá Íslendinga til að koma á staðinn sem eru þá kannski á þessu inkasso-leveli, svona sterkar leikmenn. En það er bara mjög erfitt og voru nokkri sem að komu til greina en það bara gekk ekki upp og þess vegna endum við á því að fá einn útlending í viðbót. En hvernig er að fáið menn á láni úr öðru liðum og kannski efstu deild? Já, við höfum aðeins verið að reyna við það en eins og ég segi, þessi klúbbur er líka lítill og hefur ekki mikil fjárráð þannig að við erum kannski getum ekki gert mikið fyrir leikmenn og þess vegna kannski í rauninni bara ódýrara oft á tíðum að fá þá einn útlending heldur en að fá sterkan Íslending. En hvernig er eins og með sambandið við ferðalögin? Er það bara gamla góða rúta? Nei, ég held maður er nú ansið þreyttur á því að fara 10 rútuferðir til Reykjavíkur fram og tilbaka þar sem þetta er nú alveg 8-9 tíma keyrsla með rútu fram sem sagt aðra leiðina. Þannig að ég held maður er nú ansið þreyttur á því. En sem betur fer að þá fljúum við alla leiki til Reykjavíkur og það er ein rútuferð til Akureyrar. Já. En hvaða markmið er fyrir sumarið? Hvert stefnir leiknir? Sko við erum nú svolítið að reyna að lifa bara í núinu og njóta. Leiknir Fáskrúðsfirðir eru ekki að fara í Pepsi-deildina og eitthvað slíkt sko. Og þetta er náttúrulega bara ákveðið ævintýri sem við erum bara að njóta og hafa gaman af. Og að halda sér í deildinni er náttúrulega bara að verði frábær árangur fyrir okkur og við stefnum náttúrulega á það og kannski reyna að gera betur en í fyrra. En eins og ég segi til frambúðara þá er kannski Leiknir Fáskrúðsfirðir ekki að fara að vera svona stór klúbbur þannig ég sé, en við njótum bara með hann er. En sem líka með það þið hefur góða aðstöðu til iðkunnar. Hefur það einhver áhrif á þennan árangur? Já, ég held að hljóti nú að hafa haft góð áhrif á að fá Fjarðabyggðarhöllina í Fjarðabyggð. Bara fyrir allt Austurland og auðvitað skiptir rosalega miklu máli að geta æft fótbolta allt árið, ekki að vera bara inn í íþróttahúsunum, litlu íþróttahúsunum alltaf að æfa. Geta verið á gervigrassinu allt árið kring og það hefur klárlega hjálpað okkur og bara held ég knattspyrnunni á Austurlandi almennt. Við erum í inkasso-deildinni og svo erum við með 4-5 lið eða hvað það er í annarri deild. Þannig að liðin eru bara, ég held að það sé mikil framför í knattspyrnunni á Austurlandi almennt. En einmitt það, nú ert þú búin að vera lengi í þjálfun og allan þann tíma sem að Fjarðabyggðarhöllin er búin að vera. Sjáum við mikinn mun á þessum krökkum þegar þeir eru komin upp í eldri flokkana? Já, ég held það og eins og hjá okkur að við erum reyndar, eins og ég segi, við erum lítill klúbbur og það sem að kannski yngri krakkar græða á því sem er í Leikni ofta, þau hafa fengið kannski sénsinn miklu meira heldur en hjá kannski stærri liðunum og kannski ungir strákar sem hafa verið efnilegir hafa verið að fá leiki í inkasso-deildinni sem þau kannski fengi ekki einhvers staðar annars staðar. Það er kannski bónusinn hjá okkur, eða fyrir leikmennina sem eru hjá okkur. Við höfum verið að gefa mjög mikið á ungum leikmennum tækifæri í bland við þá útlendingana og þessi strákar sem hafa verið. Það er svona grunnur af heimamönnum sem hefur haldið þessu uppi og ef þessi grunnur af heimamönnum væri ekki, þá náttúrulega væri þetta lið ekki á þeim stað sem það er í dag. En kannski eitt að lokum að því að tala eins og síðasta sumar var nú ekki auðvelt. Hvernig heldur þjálfarinn uppi móralnum og peppa liðið? Þetta er alveg frábær spurning. Að vera með lið sem er alltaf að berjast í bökkum er rosalega erfitt fyrir þjálfara af því að á hverju mánudegi eða þriðjudegi sem við hittumst eftir síðasta leik og ef það gekk illa að þá þurfti maður alltaf að vera að koma inn og fá menn til að hafa trú á því sem væri framundan og maður þurfti svo oft að gera það og það var það erfiðasta og auðvitað kemur upp pirringur og það gengur illa og svo framvegis og þá skiptir rosalega miklu fyrir þjálfarann að reyna að vera jákvæður og reyna að drífa menn áfram og reyna að láta menn hafa trú á þessu því að ef að menn hafa enga trú þá gerist ekki neitt og það var eins og fyrir síðasta leikinn síðasta sumar að ég sagði nú einhverju viðtölum það var náttúrulega algjörlega út í hött að vera að reyna að fá menn til að hafa trú á þessu en ég sagði við strákana þarna kvöldið áður en að leikurinn var að þeir ætti að láta sig dreyma þetta í nótt og láta þetta svo verða veruleika daginn eftir
og ef að það hægt, skilur, þá allt hægt og það gerist. Þannig að trú flýtur fjöll, ef ekki svoleiðis. En hvernig það? Kemst eitthvað annað að en fótbolti hjá Viðari? Jú, það kemst með eitthvað annað. Ég starfa sem grunnskólakennari 100% stöðu og hef gert síðustu 17 ár, en ég hef alla tíð verið viðlúin þjálfun, yngri flokka og fleira. Eins er ég einn af stofnendum Norðurljósahús Íslands og það er náttúrulega búið að vera mikið verkefni þar og það opnaði núna 22. maí og við bindum bara mikla vonir að það gangi vel í sumar og vonumst til að sjá okkur þar. Fyrir þá sem ekki vita þá er þetta ljósmyndasýning sem að kallast Dansa við fjöllin og er með myndum sem að Jónína Óskarsdóttir og Jóhanna Hauksdóttir hafa tekið. Og síðan er ýmislegt fleira, fræðsla norðurljós og fleira og myndband og ýmislegu söluvarningur og fleira inn í þessu glæsilega húsi sem að svo vatnishúsið sem að er alveg ótrúlega flotta innan og rammar sýninguna alveg virkilega vel inn. Hvernig var eins og aðsókn í fyrra? Var mitt áhugi? Áhugin var náttúrulega einhverjir á fyrsta ári kannski ekki eins mikill og við vildum. En við vonum bara fólk fjölmenni í sumar og gerum betur í þetta sumar heldur en síðasta. Viðar, þakka þér kærlega fyrir komuna.